Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 716 haldinn í Ráðhúsi Reykjanesbæjar þann 7. apríl árið 2026 kl. 17 hér með settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Aðalheiður Hilmarsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Róbert Jóhann Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Helga María Finnbjörnsdóttir, Guðbergur Reynisson, Margrét Sanders, Alexander Ragnarsson, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishúsi sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig hér viðstödd Erna María Svavarsdóttir, ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 7 mál á dagskrá. Það eru fundargerðir bæjarráðs frá 19., 27. mars og 1. apríl síðastliðnum, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 20. mars, fundargerð lýðheilsuráðs frá 17. mars, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 19. mars, fundargerð sjálfbærniráðs frá 25. mars, fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 1. apríl og að lokum breytingar á skipan fulltrúa í kjörnum ráðum. Nú kæru bæjarfulltrúar, áður en að forseti hefur hér fundin okkar í dag, þá langar mig að flagga því við ykkur að svo virðist sem að við höfum gleymt einni fundargerð sem á dagskrá fundarins í dag sem fundargerð stjórnar Eignasjóðs. Venjan hefur hingað verið að sú fundargerð sérstakt mál eða sérliður en hún þó hér á dagskrá undir fundargerð bæjarráðs, þannig að eðlilegast væri að taka hana hér í kvöld í stað þess að frestunni fram á næsta fundi fái forseti leyfi bæjarfulltrúa á því og biðst velvirðingar á því. Orðið að sjálfsögðu laust það mál. Þeir sem samþykki geta taka fundargerðina formlega á dagskrá kvöldsins í kvöld, vinsamlegast gefa merki. Og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir fyrir það. Nú þá hefjum við dagskrána okkar í bæjarstjórnarfundinum okkar hér í kvöld og hefjum umræðuna á fyrsta málinu á dagskrá sem eru 3 fundargerðir bæjarráðs frá 19. og 27. mars og 1. apríl. Orðið laust. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, eins og áður þá ætla ég að koma hérna aðeins inn á nokkur mál af fundum bæjarráðs sem hér eru til afgreiðslu og ég ætla að byrja hér á fundargerðinni frá 19. mars og þar fyrsta mál á dagskrá sala á húsnæði við Njarðarvelli 2 en bæjarlögmaður mætti á fundinn og lagði fram sölu yfirleitt fasteignarinnar sem eldra hjúkrunarheimilið og undirbúningur fyrir þessa sölu hefur verið í vinnslu nokkurt skeið en þessi hluti hjúkrunarheimilisins var byggður eftir gamalli reglu þar sem sveitarfélagið lagði fram 85% af byggingarkostnaði og ríkið 15%. Síðan hefur svo breyting orðið og að núverandi hjúkrunarheimili að þetta nýja sem við vorum að byggja, það var byggt akkurat öfugt að ríkið greiddi 85% og sveitarfélagið 15%. En frá 1. júlí síðastliðnum þá tók ríkið alfarið við byggingarkostnaði og greiðir nú byggingarkostnað að öllu leyti. Þannig að síðan rekstur hjúkrunarheimilisins líka ekki í höndum sveitarfélagsins. Þannig að okkur fannst þarna ekki skynsamlegt að íbúar sveitarfélagsins væri að standa hér strauma kostnaði við rekstur og viðhald á húsnæði sem rekstrar aðili leigir undir þjónustum sem veittir af hálfu ríkisins. Þannig að þarna var það meirihlutinn sem í raun samþykkti að hefja ferli við sölu á Njarðarvöllum og að fela bæjarlögmann að vinna áfram í málinu og þarna eins og áður sagði teljum við skynsamlegt að auglýsa húsnæði til sölu með því að óska eftir tilboðum og við verðum líka að spyrja okkur hversu virði slíkt húsnæði í augum fjárfesta og þau tilboð sem munu berast verða sjálfsögðu alltaf tekin fyrir í bæjarráði til umfjöllunar og loka afgreiðslu þannig að við getum hafnað og samþykkt öll tilboð sem koma inn. Í öðru máli fórum við yfir sértæk búsetuúrræði fyrir fólk með fötlun. Það var mál sem við hefðum fengið frá velferðarráði. Við fólum sviðsstjóra velferðarsviðs og verkefnastjóri í málefnum fatlaðra að vinna þarfagreiningu, kostnaðaráætlun og framtíðarsýn og leggja fyrir á næsta fundi velferðarráðs líkt og verklagsreglan sem við vinnum eftir segir til Og
Í þriðja máli tókum við fyrir skammtímavistun fatlaðra barna og Hera sat þar áfram sviðsstjóri velferðarsviðs og lagði fram minnisblað vegna skammtímavistunar og við fólum henni og Ólafi Garðari sem verkefnisstjóri í málefnum fatlaðra að vinna aðgerðaáætlun og leggja fyrir bæjarráð núna í lok apríl. Nú fjórða mál á dagskrá þessa sama fundar fjallaði sameiningu dagdvala. En þar fórum við yfir minnisblað, þar sem við fórum svona aðeins yfir það hvernig við getum sameinað dagdvali sem nú í 2 húsum og það voru lagðar fram þarna 3 tillögur fjármögnun á kostnaði við breytingar, innanhúsbreytingar á Nesvöllum og ákveðnum tillögum vísa til stjórnar eignasjóðs til umfjöllunar. Og við förum yfir það hér á eftir þegar að sú fundargerð verður tekin fyrir. 5. mál á dagskrá þessa fundar var uppgjör skulda fasteigna Reykjanesbæjar EHF og almennra íbúða HSS við Reykjanesbæ, en þá mætti sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs og framkvæmdastjóri fasteigna Reykjanesbæjar á fundinn og við fórum yfir uppgjörið á skuldum fasteigna og almennra íbúða við Reykjanesbæ og samþykktum að ganga að uppgjörinu og fólum sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að ganga frá því máli. Nú þá það fundargerðin frá 26. mars, en þar var fyrsta mál ber heitið umferðaröryggi 2026 til 2030. Þá kom hún Margrét Lilja sem deildarstjóri umhverfismála á fundinn og fór yfir aðgerðaáætlun umferðaröryggis sem að hafði verið tekin fyrir í umhverfis- og skipulagsráði áður og bæjarráð samþykkti þar að flýta ákveðnum framkvæmdum sem höfðu verið lagðar fram í aðgerðaáætlun. Það átti að skipta þessu niður á nokkur ár en við ákváðum að setja ár 1 sem þetta ár í ár 2026 og það sem áætlað var að yrði framkvæmt á árinu 2027 að við myndum framkvæma þessi 2 ár á þessu ári. Og það liður í því að auka umferðaröryggi gangandi vegfarenda. Í öðru máli fórum við yfir breytingar á leiðakerfi landsbyggðarvagsins númer 55 og við munum sennilega eftir því að hér voru gerðar breytingar á akstri leiðar 55 og við viljum að unnið sé í því að tryggja það að sú leið þjóni íbúum okkar sem sækja meðal annars atvinnu og nám á höfuðborgarsvæðið og fólum sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs og deildarstjóra umhverfismála að ræða við vegagerðina það. Nú þá það hér síðasti fundurinn sem 1. apríl og þar var fyrsta mál á dagskrá frumkvæðisathugun á málavinnslu barnaverndarþjónustu Reykjanesbæjar við vistun barna utan heimilis. Og ég vil með leyfi forseta lesa hér upp bókun sem lögð var fram í bæjarráði og hér vilja allir bæjarfulltrúar í bæjarstjórn taka undir hana og hefst þá lesturinn. Lögð var fram skýrsla gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála unnin á grundvelli laga númer 88 frá 2021 gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála og laga númer 80 frá 2002 barnavernd. Kjörnir oddvitar funduðu með Heru Ósk Einarsdóttur, sviðsstjóra velferðarsviðs, mánudaginn 30. mars 2026, þar sem efni skýrslunar var kynnt og farið yfir niðurstöður hennar. Þegar hefur verið skipað úrbótateymi og vinna hafin við gerð úrbótaáætlunar sem bæjarráð leggur mikla áherslu á að verði unnin með markvissum hætti. Úrbótaáætlun skal lögð fyrir gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála eigi síðan en 29. apríl 2026. Stefnt að því að innleiðingu úrbóta verði lokið fyrir árslok 2026. Bæjarráð og velferðarráð skulu upplýst reglubundið framvindu málsins í samræmi við góða stjórnsýsluhætti. Lestri lýkur og undir þetta rita eins og áður sagði allir viðstaddir bæjarfulltrúar. Síðan það hér síðast 7. mál af fundinum frá 1. apríl, en það fundargerð stjórnar eignasjóðs sem verður tekin fyrir hér á eftir, en bæjarráð þurfti þarna á þessum fundi að taka 2 mál til sérstakrar afgreiðslu.
Það er annars vegar annað mál fundargerðarinnar sem er stækkun á íþróttamannvirki við Myllubakkaskóla en bæjarráð samþykkti þar framlagða tillögu sem felur ekki í sér kostnaðaraukningu við heildarverkefnið og síðan var það 5. mál fundargerðarinnar sem er Klappastígur 7 en þar kom ósk að framlengja afnotasamning og að fara í ákveðna framkvæmdir. En bæjarráð samþykkti þarna framlengja afnotasamningin til 1 árs með loka dagsetningu þann 31. október 2027 en við fólum deildarstjóra eignaumsýslu að kostnaðarmeta þær framkvæmdir sem óskað var eftir að ráðast í. En annars voru að venju lagðar fram ýmsar fundargerðir og umsagnamál og nokkur tækifærisleyfi veitt. Kærar þakkir fyrir þetta. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég kem hér undir fundargerð bæjarráðs frá 19. mars í máli 1, Njarðarvellir 2, sala á húsnæði. En á þeim fundi lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram eftirfarandi bókun sem ég ítreka hér og legg fram til bókunar í fundargerð bæjarstjórnar. Með leyfi forseta les ég hér bókunina. Sjálfstæðisflokkurinn er hlynntur því að seldur verði eldri hluti hjúkrunarheimilis Nesvalla. Sjálfstæðisflokkurinn telur skynsamlegt að áður en húsnæðið er sett í sölu verði gert verðmat á húsnæðinu með tilliti til þess leigusamnings sem nú er í gildi, ástand hússins, lán sem hvíla á húsinu og eignaskipta yfirlýsingar, áður en húsnæðið er sett á sölu. Þannig að hægt sé að setja sér raunhæf markmið með það verð sem eðlilegt er að Reykjanesbær sætti sig við. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja því hjá. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Guðbergur Reynisson, Alexander Ragnarsson, Sjálfstæðisflokki. En fulltrúar Sjálfstæðisflokksins munu sitja hjá í máli 1 í fundargerð bæjarráðs frá 19. mars í afgreiðslu bæjarstjórnar. Kærar þakkir fyrir þetta. Það er nú kannski viðeigandi að meirihlutinn taki við og lesi upp sína bókun mál 1 frá bæjarráði 19. mars varðandi sölu á húsnæðinu að Njarðarvöllum 2. Hún hljóðar svo. Þann 19. mars síðastliðinn tók meirihluti bæjarráðs ákvörðun að auglýsa til sölu fasteignina að Njarðarvöllum 2 þar sem starfrækt 60 rúma hjúkrunarheimili Nesvalla. Ekki að ræða nýja hjúkrunarheimili sem opnaði fyrr á árinu. Ákveðið var að auglýsa eftir tilboð í eignina sem rennur út þann 15. apríl næstkomandi. Skýrt kemur fram í tilboðinu að seljandi áskilur sér rétt að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum tilboðum. Ríkið hefur nú formlega tekið yfir rekstur hjúkrunarheimila í stað áður nefnd samstarfs við sveitarfélög og nýja hjúkrunarheimili hefur verið tekið yfir að ríkinu en rekstur þeirra beggja í höndum Hrafnistu. Að því sögðu þykir eðlilegt á þessum tímapunkti að sveitarfélagi auglýsi fasteignina Njarðarvöllum 2 til sölu og dragi sig algjörlega frá rekstri hússins sem hýsir nú hjúkrunarheimili. Þó er það alveg skýrt að hér er verið að leitast eftir tilboðum og við sjáum hvort að áhugi sé til staðar eður ei og munum síðan farið við þau tilboð sem berast. Með tilboðinu fylgja upplýsingar veðbanda yfirlit á húsinu, fasteigna og brunabótamat ásamt endurstoppsverði en eignin er alls 4.339 fermetrar. Söluna eða fyrirhugaða sölu gilda lög nr. 70 frá 2015 sölu fasteigna og skipa. Söluna gilda ekki lög nr. 65 frá 1993 framkvæmd útboða. Að mati meirihluta bæjarstjórnar er tilboðið skýrt og mat á húsinu einnig ítreka skal að rýnt verður í þau tilboð sem berast og sveitarfélagi hefur skýran rétt til að taka hæsta tilboði eða hafna öllum tilboðum sem berast. Og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Men orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Margrét Sanders.
Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Við erum eins og kom fram í bókun sammála og þykir bara gott frumkvæði að hafa verið að selja húsnæðið sem ræðir. En það sérstakt þegar að rýna þarf í leigusamning, meta þarf eignaskiptasamning og svo framvegis og við ætlum ekki áður en farið af stað að setja okkur markmið með sölu, hvað viljum við fá fyrir þetta, hvað hámark, hvað lágmark og svo framvegis. Jú, það getur verið lágmark einhver lán sem liggja á því eða hvað sem en það alltaf gott að skoða heildarmyndina áður en farið af stað. En við getum verið sammála þá að vera ósammála, að óþarfi sé að undirbúa þetta mál betur. En ástæða þess að ég kem upp einnig mál vegna fundargerðarstjórnar Eignasjóðs, þrátt fyrir að við tökum fundargerðina sjálfu sér fyrir sérstaklega, þá varðar þetta mál bæjarráð og vegna þess að þetta það reyndar sagt að þetta sé ekki fjárhagsleg skuldbinding og það snýst dálítið okkar bókun. Að við fögnum því að í Myllubakkaskóla, þessi stækkun á íþróttamannvirki, að það verður miklu betri og meiri notkun á íþróttahúsinu með þessari stækkun og þar erum við að tala stækkun á íþróttasal sem verður til þess að áheyrendur, að þessi bara hreinlega pláss fyrir áheyrendur og eins geymsluhúsnæði sem vantaði þarna. Þannig að það gott að áður en það var byggt að þessi breyting kemur fram og kemur til með að lækka verð á kostnaði sem að þessi breyting verður. En það sem að þegar rýnt í þetta og legið yfir þessum teikningum og þessum upplýsingum sem liggja fyrir, þá erum við, okkur þykir allan að sérstakt og erum bara að spyrja og bara þannig að það sé alveg á hreinu, við samþykktum þessa stækkun. En í fundargerð Eignasjóðs kemur fram að kostnaðurinn rúmast innan heildar fjárheimildaverkefnisins sem þá allt þetta verkefni sem þá íþróttahúsið og Myllubakkaskóli í heild sinni reikna ég með og á ekki vera neitt kostnaðaraukning sem sagt. Og það sama að bæjarráð í rauninni fylgir bara Eignasjóði og samþykkir þetta svona. En þegar að horft í tölur, þegar að verið að rýna þetta betur, þá sá ég að fermetra brúttó íþróttasalsins sem var þá heildarstærðin fyrir var 720 fermetrar. Viðbótin sem þá stækkun á salnum og geymslan pluss þá sem sagt 138 fermetra brúttó til viðbótar sem þýðir 20% stækkun á þessu. Og þegar að verið að tala breytingar eða stækkun eða kostnað á húsnæði, þá alltaf verið að tala kostnað per fermetr og svo framvegis. Þess vegna við nánari skoðun að þá hringi einhverja bjöllur að þetta, nú ætla ég að fá að sletta með leyfi forseta, it's too good to be true, að það kosti ekki meira. Þannig að það þá eitthvað, þetta auðvitað orðað þannig, rúmast innan heildar fjárheimilda og þess vegna við með ákveðna fyrirspurn út af þessu máli, ekki athugasemdir, þetta bara fyrirspurn og væri gott að fá það svar á næsta bæjarstjórnarfundi. Og eins og oft hefur verið nefnt við okkur, svona fyrirspurnir betra að fá skriflegar. Og þá ætla ég að lesa þessa fyrirspurn okkar sem sem sagt fyrir ritara að þetta sem sagt fundargerð stjórnar Eignasjóðs, annað mál Myllubakkaskóli, stækkun á íþróttamarki. Á bæjarráðsfundi 1. apríl síðastliðinn var kynnt samþykkt stjórnar Eignasjóðs að byggt verði stærra íþróttahús við Myllubakkaskóla en gert var ráð fyrir í upprunalegri áætlun. Stækkunin alls 138 fermetrar brúttó, þar sem stækkar íþróttasalur og bætt við geymslu, en fyrir breytingur var heildarstærð íþróttasals 720 fermetrar brúttó. Í fundargerð Eignasjóðs kemur fram að kostnaðurinn rúmast innan heildar fjárheimilda verkefnisins.
Bæjarráð samþykkir síðan 5-0 stækkunina og ítrekar að það feli ekki í sér kostnaðaraukningu við heildarverkefnið. Sjálfstæðisflokkurinn óskar því eftir að fá skýring á því hvernig það getur staðist að þessi mikla hlutfallslega stækkun feli ekki í sér kostnaðaraukningu við heildarverkefnið. Verið að skera niður annars staðar í verkefninu á móti. Sjálfstæðisflokkurinn telur að þessi stækkun sé mikilvæg og samþykkir hana en leggur áherslu á að fylgst sé vel með kostnaði við alla framkvæmdir. Og Sjálfstæðisflokkurinn óskar eftir svari á næsta bæjarstjórnarfundi. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson, Alexander Ragnarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Sjálfstæðisflokki. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Já, virðulegi forseti. Það er bara minnsta mál, vænti þess að bæjarstjóri fyrst fyrirspurn berst hér skriflega, bæjarstjóri svari hér á næsta bæjarstjórnarfundi. Það kom skýrt fram á fundi stjórnar Eignasjóðs og það er í gögnum fundarins undir máli 6 og 7 og þar er yfirlit yfir áætlun, uppsöfnun, kostnaðar við uppbygginguna, fjárheimildir og allt slíkt og niður á áfangaverkefnanna, bæði Myllubakkaskóla og Holtaskóla, að uppreiknu heildar kostnaðaráætlun sem að forseti hefur hér farið yfir á fyrri fundum eru 6,3 milljarðar og það er það sem að hönnuðir og þeir sem stýra verkinu fyrir okkur er að vinna með og það er mat þeirra fagmanna sem við leggjum traust á í þessu verkefni þegar þeir rýna þessa stækkun að hún verði innan þessarar áætlunar sem hér liggur frammi og hún kemur alveg skýrt fram í gögnum. En það er bara fínt að fyrirspurninni verði svarað. Meirihlutinn vill leggja líka fram bókun hér vegna stærðar eða stækkunar íþróttamannvirkis við Myllubakkaskóla og það er spurning forseti hvort svo bókun á að koma hér eða undir fundargerð stjórnar Eignasjóðs. Eðlilegt fyrst að var minnst á það. Fyrst minnihlutinn bókar hér, þá mæli forseti með því. Þannig að ég ætla þá að fá að lesa upp bókun meirihluta. Fyrir liggja þarfagreining og breytingatillaga vegna upprunalegar hugmyndar byggingu nýs íþróttahús við Myllubakkaskóla sem stjórn Eignasjóðs fékk á sinn fund til afgreiðslu. Í upphafi var gert ráð fyrir íþróttahúsi sem er sambarilegt og íþróttahúsi við Heiðarskóla, en í umræðum í kjölfarið var talið eðlilegra að miða við stærð íþróttahúsins við Akurskóla sem var byggt á teikningum Heiðarskóla með uppfærðum útfærslum meðal annars á íþróttahúsinu. Breytingarnar snúa hvað helst að því að hafa rými fyrir áhorfendabekki svo hægt sé að nýta húsið með fjölbreyttum hætti. Tillagan stækkun íþróttahúsins við Myllubakkaskóla hefur ekki farið áður fyrir afgreiðslu bæjarráðs eða á fyrri stigum þar sem það þótti ekki tímabært, en nú er sá tími kominn þar sem vinna við uppbyggingu íþróttahúsins fer að hefjast. Málið hefur verið unnið í samráði við skólastjórnendur, íþrótta- og tómstundafulltrúa, menntasvið, deildarstjóra eignaumsýslu, hönnuði og verkefnastjóra verkefnisins. Stækkunin rúmast innan heildar fjárheimilda verkefnisins og er því ekki kostnaðarauki. Meirihlutinn fagnar því að nú liggur fyrir ákvörðun stærð íþróttahússins við Myllubakkaskóla sem mun ekki einungis nýtast í íþróttakennslu í skólanum, heldur einnig með fjölbreyttum hætti fyrir íþrótta- og tómstundarhreyfinguna í heild sinni. Bókun lýkur. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið er laust fundagerðir bæjarráðs. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo. Forseti, bæjarfulltrúar,
kem hérna undir fundargerð bæjarráðs 27. mars, umferðaröryggisáætlun, og ég auðvitað fagna því að hér sé loksins verið að gera eitthvað, og þetta er stórt og mikið mál. Ég hefði náttúrulega viljað að það væri miklu meira gert, en þetta er svona varða í þessu langa ferli, sérstaklega við Njarðarbrautina. Við fengum þarna kynningu á þessum smartljósum sem að mér finnst mikilvægt að koma upp bara sem fyrst, eins og ég segi, og fengum kynningu í umhverfis- og skipulagsráði, og við auðvitað bara samþykktum það að fara í þetta bara strax, byrja, og ég er rosalega ánægður með bæjarráð að þeir skuli flýta hluta af þessu, þó ég nú vilja að þeir flýttu þessu bara öllu. En vonandi við fjárhagsáætlunarvinnu í haust er hægt að gera meira, en kannski væri þó eitthvað hægt, það eru nú að koma kosningar, kannski getum við eitthvað gert á næstu 2 mánuðum eða hvað það er, en þetta er mikilvægt, við fögnum þessu, en þetta er samt bara dropi í hafið með allt sem á eftir að gera, til dæmis ef við skoðum umferðaröryggisáætlunina síðan 2024. Ég ætla að þau að leggja fram bókun. Sjálfstæðisflokkurinn fagnar því að loks sé farið í aðgerðir. Umferðaröryggisáætlun 2024 sýndi fram á mikla vankanta í umferðaröryggi í öllu bæjarfélaginu og sérstaklega við Njarðarbrautina, en líka við flestallar stofnanir og skóla þar sem börnin okkar ferðast daglega. Við fögnum þessar áætlun smartlýsingar við gangbrautir, en við viljum leggja til að þessar áætlun verði flýtt enn frekar. Íbúar hafa þurft að bíða allt og lengi, samanber íbúa til dæmis í Ásahverfi, en aðgengi þeirra inn og út úr hverfinu hefur greinilega líka mikil áhrif á uppbyggingu Ásahverfis sjálfs. Þar í dag 40 lausar einbýlishúsalóðir sem segir okkur mikið. Undir þetta rita Guðbergur Reynisson, Margrét Sanders, Alexander Ragnarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Sjálfstæðisflokki. Já, takk fyrir þetta. Nú meirihluti bæjarstjórnar vill einnig leggja fram bókun umferðaröryggi, það er að segja mál 1 frá fundi bæjarráðs þann 27. mars síðastliðinn, og bókunin hljóðar svo. Reykjanesbær er sveitarfélag í örri stækkun, það sjáum við öll. Með auknum vexti sjáum við einnig áskoranir eins og umferðaröryggismál sem er mjög mikilvægt að við leysum fyrir öryggi barna okkar ungmenna. Talsverð vinna hefur verið í gangi í sveitarfélaginu tengt umferðaröryggi og greiningu þess hvað betur megi fara og hvar. Nú liggja þessi gögn fyrir og einnig aðgerðaráætlun frá umhverfis- og framkvæmdasviði lausnir og hvar þær henti best. Aðgerðaráætlun umferðaröryggis var tekin fyrir í bæjarráði þann 27. mars síðastliðinn. Í þeirri frábæru skýrslu er tilgreint þær aðgerðir sem þykja henta best á hverjum gatnamótum og við umferðarmannvirki til að bæta umferðaröryggi í Reykjanesbæ. Aðgerðirnar voru forgangsflokkaðar eftir því hversu brýnt þótt að leysa þau á hverjum stað fyrir sig. Fór svo úr að 11 staðsetningar voru metnar í brýnni þörf með kostnaði upp á 15,7 milljónir tæpar sem átti að framkvæma árin 2026 og 2027. Var það mjög ánægjulegt að bæjarráð sameinaðist þá ákvörðun að flýta 2027 framkvæmdunum yfir á árið í ár til að flýta fyrir brýnu framkvæmdunum. Einnig var tekin ákvörðun að rýna sérstaklega í gatnamótin við Grænás til skammtíma aðgerða, en bæjarstjórn hefur þegar tekið ákvörðun að byggja undirgöng undir Grænásveginn. Og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Orðið er laust fundagerðir bæjarráðs. Hér hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs. Þannig að ég ber hér fundagerðir bæjarráðs upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta fundagerðina vesælis gefumerki nema hjáseta í liðinu sem var tilgreindur hér á.
rittarinn okkar frábæra með þar. Jæja, minn kæru, þá höldum við áfram og erum komin að öðru máli á dagskrá fundarins í dag. Það er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 20. mars. Hér eru mál sem við þurfum að samþykkja og bera upp sérstaklega og hefur forseti yfirferð á þeim málum líkt og ætíð. Við byrjum á máli nr. 2, grendargámar við Elliðavelli. Í þessu máli var sent fyrirhugaða staðsetningu grendargáma við Elliðavelli og Bjarnaróló í grendakenningu. Athugasemdir bárust staðsetninguna sem snéru aðallega að aukinni umferð svæðið. Hér er umhverfis- og skipulagsráð að taka undir athugasemdir íbúa og felur starfsfólki umhverfis- og framkvæmdasviðs að finna hentugri staðsetningu fyrir grendastöðuna. Orðið er laust mál nr. 2. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þessu samþykkt geta máli vinsamlega skefmerki. Og hér fara allar hendur á loft. Mál nr. 3 kemur hér fyrir næst, Hafnargata 56, en í þessu máli verið að leggja fram tillögu að breytingu á skipulagi fyrir hönd BGB ferðaþjónustu. Þar sem lagt er til að bílastæðum í bílageymslu verði fjölgað 3 stæði og einnig verði íbúðum fjölgað úr 15 í 18. Stækkun hússins verður með nýrri rishæð í 2 einingum af 5 í samræmi við önnur mannvirki og komandi skipulagi en að öðru leyti helst skipulagið óbreytt. Erindið var grenndarkynnt og athugasemd barst varðandi hlutfall bílastæða. Erindið kom áður en á fund umhverfis- og skipulagsráðs nr. 382 og var það frestað til að rýna betur í skilmála deiliskipulagsins. Deiliskipulag reitisins gerir almennt ráð fyrir 1,4 bílastæða á íbúð nema við þann hluta sem snýr að Hafnargötunni en þar er gert ráð fyrir 1 bílastæða á íbúð í samræmi við ákvæði deiliskipulags fyrir svæði M2. Hér samþykkir umhverfis- og skipulagsráð erindið fyrir sitt leyti en hún er hér að sjálfsögðu opin til umræðu. Hér eru engar hendur á lofti þessi samþykkt geta mál nr. 3 vinsamlega skefmerki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Mál nr. 4 svæðisskipulag Suðurnesja fyrir árin 2024 til 2040 samanstendur af skipulagsgreinagerð, umhverfismatsskýrslu og vatnsverndaruppdrætti og var samþykkt á fundi svæðisskipulagsnefndar Suðurnesja í samræmi við 1. málsgrein 25. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Viðbrögð umsagnir liggja fyrir og tekið hefur verið tillit til athugasemda en umhverfis- og skipulagsráð samþykkti fyrir sitt leyti svæðisskipulag Suðurnesja frá árunum 2024 til 2040. Orðið er laust mál nr. 4. Hér fara engar hendur á loft þessi samþykkt geta máli vinsamlega skefmerki. Kærar þakkir fyrir það. Við höldum áfram mál nr. 5 Fjölbrautaskóli Suðurnesja breytt deiliskipulag. Í þessu máli er lagt fram tillögu breytingu deiliskipulagi fyrir hönd Framkvæmdasýslu ríkisins eða var að stækkun á Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Er að ræða nýbyggingu sem verður á 2 hæðum auk kjallara allt að 4.860 fermetrum. Einnig er breytt lóðamörkum Sunnubrautar 32 og 36. Búið var að auglýsa deiliskipulagstillöguna en henni var breytt í veigamiklum atriðum að loknum auglýsingatíma en auglýsing tillögu að breytingu deiliskipulags er lokið. Hér bókar umhverfis- og skipulagsráð að ekki sé ástæða til viðbragða sveitarstjórnar við umræddum umsögnum þar sem uppbrot sé óbreytt og samþykkir að senda erindi til skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Orðið er laust mál nr. 5. Þeir sem samþykkt geta máli vinsamlega skefmerki. Hér fara allar hendur á loft. Við höldum áfram, við erum komin í mál nr. 9, réttarvegur í höfnum, tímabundin afnot af landi. Í þessu erindi er óskað eftir heimild fyrir tímabundnum afnotum af bæjarlandi við réttarvegi í höfnum til að koma fyrir vinnuaðstöðu, þar að segja kaffiskúr og salernisaðstöðu fyrir námskeiðahald. Sótt er leyfi til 3 ára meðan áætlað er að verkefni fornverk í höfnum standi yfir. Hér samþykkir umhverfis- og skipulagsráð erindi með fyrirvarum samþykki nágranna fasteignarinnar að réttarvegi 2. Orðið er laust mál nr. 9. Þessi samþykkt geta erindi vinsamlega skefmerki. Og hér fara allar hendur á loft. Mál nr. 10, Stakksbraut 9 gistiheimili. Í þessu máli var óskað eftir heimild fyrir tímabundna gistingu fyrir starfsmannaíbúðir að Stakksbraut 9 frá maí til október 2026. Hér bókar umhverfis- og skipulagsráð að gisting á iðnaðarsvæðum sé óheimil og hafnar erindinu. Orðið er laust mál 10. Margrét Sanders.
Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Við ræddum saman áðan, ég og formaður umhverfis- og skipulagssviðs, og erum hugsi, ég held að formaður tali kannski fyrir sig og eftir sjálfur, en á ekki bara að segja að ég hugsi og við að þessu sé hafnað og með öllu óábyrgð það sem ég að fara að segja að því leyti til að ég hef ekki lögfræðiþekkingu á þessu sviði og vil ekki fullyrða eitt eða neitt, en finnst sérstakt og finnst eðlilegt að hafna starfsmanna íbúðum eða gistingum á iðnaðarsvæði. Það er alveg á hreinu og við höfum verið dálítið hörð með að halda okkur við það að þegar að vera að tala íbúðir á iðnaðarsvæðum að vera ekki mikið að hringla með það og skapa ekki fordæmi. En þarna er verið að óska eftir heimild fyrir tímabundna gistingu í starfsmannabúðum á Stakksbraut 9 frá miðjum maí til loka október. Þetta er mjög takmarkaður tími og við vitum að til þess að það er á mörgum stöðum heimilt að vera með svona starfsmannaíbúðir en það eru mjög ströng skilyrði og það er einmitt þetta að tíminn er ekki framlengdur. Þetta er ekki sett upp með þá hugsun að þetta sé viðvarandi og svo framvegis. Þannig að það er allavega spurning hvort að ekki sé eðlilegt að við bara hreinlega óskum eftir og við erum ekki með neina bókun eða neitt svoleiðis skrítið, en við erum allavega hugsi og okkur langar að velta því hvort að, og vil eiginlega gefa boltan til formannsins, hvort að lögfræðingur sviðsins ætti kannski aðeins að fara yfir þetta og skoða hvað er gert annars staðar. Hvernig eru menn að höndla með þetta? Er eitthvað óeðlilegt ef það eru fengnir aðilar utanaðkomandi í mjög stuttan tíma, á takmarkuðum tíma, nota bene, algjörlega, þetta eru bara vinnubúðir, bara þeir koma og fara og við erum að tala nokkra fáa mánuði, hvort að það sé eitthvað óeðlilegt við að heimila það með þá væntanlega þurfa brunavarnir og þarna heilbrigðiseftirlit og svo framvegis. Ég bara þekki ekki lögin. Þess vegna tel ég að þarna væri gott að fá lögfræðing okkar, hinn ágætu lögfræðing á Uskinu til þess að fara yfir. En ég ætla allavega ekki að tjá mig meira þetta, en ég er allavega að hugsa yfir þessu. Takk. Róbert Jóhann Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Já, það er alveg rétt, ég ræddi aðeins við bæjarfulltrúa Margrét áðan og fór að hugsa þá út í við vorum með drög og vorum búin að samþykkja umhverfisskipulagsstefnu stefnu starfsmannaíbúðir. Og eflaust mætti koma þessu þar inn í það plagg. Þessi stefna á eftir að fara í aðra umræðu fyrir bæjarstjórn. Og ég var að lesa þessa stefnu núna áðan, það er ekki alveg tekið, það tekið undantekninga ákvæðum og það er bara spurning hvort við ættum að reyna að rýna þessa stefnu aðeins betur og sjá hvað við getum gert í þessu. Ég þekki þetta bara mjög vel, er sjálfur iðnaðarmaður og veit hvernig þetta er allt saman og þrýstingur og hef unnið víða land og verið í starfsmannabúðum og allt það. Þannig að ég held við ættum bara að skoða stefnuna og kannski taka hana svo til annar umræðu og reyna að koma sér þar inn. Takk. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég hef ekki rætt við utanaðkomandi aðila. Kannski eru þeir búnir að finna aðra lausn á málinu. En það þarf að vanda vel til verka þegar við erum að skoða reglur starfsmannaíbúðir af því að ég veit að atvinnu- og hafnaráð og fleiri aðilar voru bara alls ekki ánægðir með þá starfsmannastefnu sem sett var fram og hún þarf miklu meiri rými og við þurfum að vanda vel til verka þar. Þannig að það sem að hugsunin mín er
hvort að við eigum bara hreinlega að fresta svo getum rætt saman. Þetta nú eitthvað mál sem ég held að við séum einhvern veginn öll sammála eða erum að vandræðast með. Hvort að við ættum bara að fresta þessu máli og hvort að það væri möguleiki og við erum alveg ákveðin að við ætlum ekki að vera og alls ekki að vera með eitthvað vesen í kringum þetta en okkur finnst þetta bara hreinlega einhvern veginn ekki rétt. Allavega þarf að skoða þetta betur. Vinsamleg ábending. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, já ég skil þá umræðu sem hér í gangi. Sko, lögin eru skýr að slíkt er ekki heimilt á iðnaðarsvæði. Það stendur bara í lögum. En það annað sem ég velti aðeins fyrir mér af því að það vil líka verið vísað í stefnu starfsmanna íbúðir í Reykjanesbæ sem birt á heimasíðu sveitarfélagsins. Og ég held að við þurfum aðeins að skoða það betur af því að stefna starfsmanna íbúðir í Reykjanesbæ hefur bara aldrei verið samþykkt. Það talað hún sannarlega á heimasíðun okkar sem áhugavert, svo ekki sem að sagt. Undir henni stendur samþykkt á fundi sveitarstjórnar 17. júlí 2025 og eftir bara 5 sekúndna rannsóknarvinnu þá 17. júlí 2025, það fundur bæjarráðs þegar bæjarstjórn í sumarleyfi og að fara inn í fundargerð bæjarstjórnar á fyrsta fundi í ágúst eftir að bæjarstjórn kemur tilbaka. Þar þessi fundargerð frá 17. júlí bæjarráðs sannarlega samþykkt en þar málið þannig og stefnan tekin fyrir á þeim fundi í fyrsta skipti og samþykkt að vísa henni í síðari umræðu án dagsetningar og síðan var hún eftir því sem ég best veit ekki tekin aftur til umfjöllunar. Þannig að hún hefur ekki farið í gegnum 2 umræður í bæjarstjórn, stefnan sjálf, hvort sem hún tekur á svona beiðni eða ekki. En að hún sé birt á heimasíðun okkar, það líka svona eitthvað sem við þurfum aðeins að láta skoða betur. Þannig að í mínum huga við getum ekki vísað í neitt sem stendur í þessari stefnu, þó svo eins og hér kemur fram að kannski ekkert eitthvað skýrt ákvæði þar sem myndi leysa þetta mál, af því að hún hefur sannarlega ekki fengið 2 umræður og þess vegna hún sannarlega ekki í gildi. Ef við ætlum að vanda hér stjórnsýslu eins og við erum öll sammála að gera. En ef við ætlum að fara eftir lögum, að þá eru lögin skýr og þau segja að þetta óheimilt. Forseta langar að gera tillögu að gera stutt fundarhlé hér. Viltu koma áður bæjarfulltrúi Margrét Sanders eða viltu koma eftir hlé? Forseti gerir stutt fundarhlé.
Komið aftur sæl, kæru bæjarfulltrúar og góðu gestir heima. Hér höldum við áfram með bæjarstjórnarfundin okkar. Við tókum hér örstutt hlé. Við erum hérna ennþá í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs og Margrét Sanders hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég vil byrja því að þakka forseta fyrir að grípa inn í og við ræddum við lögfræðing á umhverfis- og skipulagssviði og ég sé að Stakksbraut 9 gistiheimild að þar óskað til tímabundinna gistinga í starfsmannabúðum og við ákváðum að vera ekki að greiða neitt eða vera með bókanir eða vera með einhverja sérstaka afgreiðslu í þessu, en hvetjum þá frekar aðila til að skoða þetta betur með sínu fólki og í samræmi við lögfræðing sviðsins og leggja þá inn beiðni aftur. Takk. Já, takk fyrir þetta, bæjarfulltrúar Margrét Sanders. Við tókum okkur stutt hlé og hringdum hér í lögfræðing sem skýrði alveg þær fá efasemdir sem voru hér til staðar að lögin eru skýr varðandi að þetta óheimilt á iðnaðarsvæðum, það að segja heimild fyrir tímabundna gistingu og leggur lögfræðingurinn okkar því til að þessu verði synjað á þeim grundvelli sem það komið hingað inn til málsins en tilbúin að heyra í viðkomandi fyrirtæki og leiðbeina þeim með framhaldið. En eins og erindi birtist hér núna í dag ekki hægt að heimila það út af því að lögin eru mjög skýr. Þannig að ef ekki fleiri vilja taka til máls undir máli númer 10 þá ber forseti það upp hér til samþykktar og hér fara allar hendur á loft. Nú orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs að öðru leyti. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að fagna í máli 2, hvort sem var að fagna eða ekki, að þarna var verið að leggja til að setja grenndargáma inn í íbúðahverfi og þarna sést svona, ég vil fagna því að það sést þarna vel hvað íbúðar geta haft áhrif. Þarna komu fjölmargar ábendingar frá íbúum sem urðu til þess að við höfnuðum erindinu, en ég kannski get ekki alveg fagnað þessu að því að okkur vantar auðvitað þessa grenndargáma og við þurfum að finna út hvar við eigum að setja þá og í framtíðinni þá væri ekki vitlaust að hafa inn í skipulagi þessar grenndarstöðvar strax þegar það verið að skipuleggja hverfi og þá þetta bara komið og þá þetta ekki komin inn óvart eftir á. En ég vildi bara henda því inn hérna að hversu mikilvægt það að íbúarnir fylgist með og sendi ábendingar. En ég kem samt undir öðru máli sem varðandi akademíuritinn á þessari fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs og við höfum ekki verið öll sammála í þessu máli, þannig að ég vil setja fram bókun og hún hljóðar svo. Ekki virðist einhugur meðal okkar í bæjarstjórn framkvæmdir við akademíuritinn samanber fyrri bókanir okkar Sjálfstæðisflokks. Sjálfstæðisflokkurinn leggur því til að frekari vinnu við akademíuritinn verði frestað þangað til eftir kosningar, sem eru þá 16. maí ef einhver hérna veit það ekki. Undir þetta rita Guðbergur Reynisson, Margrét Sanders, Alexander Ragnarsson og Margrét Þórarinsdóttir Sjálfstæðisflokki. Kæra þakki fyrir þetta. Skiljiði þið rétt, bæjarfulltrúi Guðbergur, að þú ert að leggja fram tillögu hér til bæjarstjórnar erindið? Okay. Orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Helga María Finnbjörnsdóttir, gjörðu svo vel.
forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir gestir. Ég kem líka upp undir máli númer 7 og ætla að leggja fram eftirfarandi bókun fyrir hönd meirihlutans. Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar telur að tillaga að breytingu á aðalskipulagi vegna akademíureitsins sé bæði nauðsynleg og tímabær til að tryggja eðlilega og markvissa þróun miðsvæðis Reykjanesbæjar. Svæðið er 8,1 hektara að stærð og heimilar núverandi aðalskipulag 100 íbúðir og 50.300 fermetra byggingamagn. Með breytingunni er lagt til að byggingamagn aukist í 62.400 fermetra og að heimilaður íbúafjöldi aukist í 220 íbúðir sem skapar nauðsynlegt svigrúm fyrir fyrirhugaða uppbyggingu á akademíureitnum og einnig mögulega á svæði við Nesvelli. Með breytingunni verið að fylgja skýrri stefnu gildandi aðalskipulags þéttingu byggðar, eflingu bæjarbraggs og uppbyggingu blandaðra byggðar í hjarta bæjarins. Auki byggingamagn og fjölgun íbúða eru forsenda þess að miðsvæði geti þróast sem lifandi og öflugt þjónustu og íbúðasvæði sem þjónar þörfum bæjarbúa til framtíðar. Meirihlutinn hafnar þeirri gagnrýni minnihluta að umferðarmannvirki og bílastæðamál standi þessari uppbyggingu í vegi. Eins og eðlilegt í svona ferli verða umferðarmál og bílastæðafjöldi útfærð nánar í deiliskipulagsvinnunni en þar eru áhrif á umferðarmannvirki metin heildstætt og raunhæfar lausnir mótaðar. Gert ráð fyrir bílastæðakjallara innan reitsins sem tryggir að bílastæðaþörf sé mætt án þess að skerða gæði almenningsrýma. Meirihluti bæjarstjórnar telur því engin efnisleg rök standa gegn því að veita heimild til að auglýsa aðalskipulagsbreytinguna og tryggja til að hann fari í lögbundið kynningar og samráðsferli. Og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar meirihlutans. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið er ennþá laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Róbert Jóhann Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, fulltrúar, góðir gestir, mér langar bara að nefna eitt mál sem númer 8 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, Klappirnar Hrauntúni, tillaga friðun. Klappirnar við Hrauntún er óraskað svæði í gömlu hverfi í Keflavík. Klappirnar eru að hluta grónar en jökulrásir eru vel sjáanlegar og eru nokkuð einstök náttúruvætti á svæðinu. Lagt til að aðalskipulagi verði breytt og hverfisvernd sem er yfir kirkjugarð Keflavíkur sé teygt til suðurs, íbúðasvæði minnkað sem þessu reit nemur og hann skilgreindur sem opið svæði með hverfisvernd. Ég vona allavega að flestir viti hvað þetta en þetta við gamla kirkjugarðin í Keflavík, sunnanmegin. Minnst í rótgrónir Keflvíkingar þekkja þetta svæði vel og þar með að ég. Og þarna var leiksvæði mitt í gamla daga, þannig að ég er mjög hrifinn af því að við séum að friða Klappirnar í Hrauntúni. Alexander Ragnarsson. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Nú man ég ekki alveg númer hvað akademíu reitur 7. Takk fyrir, forseti. En hér er verið að tala að auka fjölda íbúða og í 220. Ég veit ekki hvort allir gera sér grein fyrir hvað það þýðir, hvað skona magnað en ég ætla að leyfa mér að nefna hér hús sem er staðsett á Krossmóa 1. En þetta eru tæplega 11 svoleiðis byggingar sem rúmast innan þessa íbúðamagns. Það ansi mikið magn á þennan reit og í alla þá þéttingu sem fyrir Ég held að menn þurfi aðeins að hugsa og leysa þessi umferðarmál og annað því þetta mun vera alveg gríðarlegt magn af byggingum sem við erum að heimila á þetta svæði. Þess vegna leggjum við til að við öndum aðeins og hinkrum með þetta. Takk.
Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Virðulegi forseti, já, mér langar að blanda mér aðeins í umræðuna hérna skipulagsbreytingar sem tengjast meðal annars akademíuverkefnin okkar, sem hefur nú sannarlega verið í gangi í svolítið langan tíma og að vinna vel í því með ráðgjöfum og hérna, við höfum nú fjallað það hér nokkuð oft. Ég velti fyrir mér, þessu máli fylgir skýrsla sem snýr að aðalskipulagsbreytingu á M3, þessum reit við akademíuna, og bara til þess að átta okkur á að því að hér var verið að nefna hversu margar íbúðir, þetta eru 120 viðbótar íbúðir, það talaði að fara úr 100 í 220 íbúðir. Þetta er ekki bara akademíureiturinn sem þarna undir, svo það sé bara að koma alveg skýrt fram. Þetta er líka lóðin við hliðin á Nesvöllum, þar sem við vorum að opna nýja hjúkrunarheimilið, og það hefur alveg verið hér til umræðu þó sé ekki búið að taka ákvörðun það, það passa líka bara inn í þetta, fyrst við erum að fara að gera breytingar, að breyta þá heildarreitnum, að þar skapast líka tækifæri sem að, eins og ég segi, hefur ekki verið tekin ákvörðunum, meðal annars í því að byggja upp fleiri íbúðir fyrir eldra fólk. Þannig að þær geta verið partur af þessum 120 viðbótar íbúð á því. Það er mjög stór lóð sem stendur hérna og fyrir bara svona til þess að reyna að útskýra, það er frá nýja hjúkrunarheimilinu Nesvöllum og að Nettó. Þannig að þetta er ansi stór lóð sem þar er, og þarna eru mikil tækifæri. Inn í þessari sömu skýrslu sem ég er að vitna hér í, sem er fylgiskjal með þessu máli, kemur líka fram, bara bið forsetum að vera pínulítið þolinmóða, þetta er löng skýrsla, þannig að ég er þess að fletta á milli, þar sem var unnið ákveðið mat á því að gera þessar breytingar, og þar sem áhrif breytingarna eru metin. Og þau eru á svona skala frá því að vera mjög neikvæð yfir í að vera mjög jákvæð. Og þarna inn á milli er mjög neikvæð, engin eða óveruleg, jákvæð eða mjög jákvæð. Og við höfum sannarlega verið að ræða hér samgöngur og umferðarmál þarna í kringum þennan reit, og fáum í raun og veru, það kom mér jákvætt eða svona verulega skemmtilega óvart. Það er niðurstöður sem komið fram í þessari skýrslu, þar sem að tala er að breytingi felur í sig fjölgun íbúða byggingamagns á þessu svæði sem þegar er vel tengt stofn- og tengivegum samkvæmt aðalskipulagi. Og með leyfi forseta vil ég bara aðeins segja hérna frá því að hér er talað að svæðið er í nánd við helstu samgöngu ása bæjarins og miðstöð almenningssamgangna á Suðurnesjum, sem auðvitað er partur af þessu stóra verkefni. Þó að þetta, við myndum ekki segja að við værum nú þegar komin með samgöngumiðstöð, það stendur til samkvæmt þessum hugmyndum að hún myndi rísa þarna á þessu svæði og sem getur leitt til aukinnar ferðamyndunar. Og áfram verður lögð áhersla á greiðar og öruggar leiðir fyrir gangandi og hjólandi auk góðs aðgengis að almenningssamgöngum. Þannig að tækifæri eru til staðar og hér er ýmislegt tekið fram, en kannski aðalatrið er að í þessu mati þá er breytingin á landnotkunni varðandi þá samgöngur og innviði metin jákvæð. Það er næst hæsti flokkurinn, þannig að þetta hefur líka áhrif þegar við fáum svona niðurstöður mat á breytingum. Þannig að þessar 120 viðbótar íbúðir, bara svo að það komi skýrt fram, þær eru ekki allar áætlaðar á þessum reit sem er nú þegar tómur. Akademíureiturinn, þar sem er hugsað uppbyggingu íbúðahúsnæðis, þar stendur ekkert húsnæði. En síðan erum við með þessu stóru lóð sem er partur af þessu, og þar eru gríðarlega mikil tækifæri líka til uppbyggingar í tengslum við. Þarna erum við komið með svona vísi að ákveðnu svona lífsgæðakjarna eins og þarna á Nesvöllum. Þannig að við skulum horfa á heildarmyndina
og verum jákvæð. Og síðan fundur í akademíuhópnum á morgun þar sem verður farið yfir þetta og við höfum von á ýmsum gögnum til að geta tekið máli aftur inn í bæjarráð. Og ég ennþá bara, þessi skýrsla, hún eiginlega ýtir undir það, ég ennþá bara mjög ánægð með þetta verkefni. Ég mjög spennt fyrir að leggja af stað í það og mér þykir skrítið að við ætlum í ljósi þess að það að koma kosningar að fara að tefja einhver máli að stoppa þau sem hafa verið í vinnslu mjög lengi. Já, takk bæjarfulltrúa fyrir góða umræðu. Forseti vil aðeins koma hér inn í umræðuna mál nr. 7, akademíureitu breytingu á aðalskipulagi. Hér liggur fyrir tillaga Sjálfstæðisflokksins að fresta vinnunni í þessu verkefni fram yfir kosningar sem eru nú eftir tæpar 6 vikur. En við höfum alveg heyrt gagnrýni þetta mál og þetta ekki fyrsti fundurinn sem við heyrum slíka og búið að benda á ýmis atriði líkt og bílastæðamál eins og hefur komið hér fram. En hér hefur einnig verið talað að vanda okkur betur og ekki flýta okkur í verkefni sem við höfum verið að vinna að allt kjörtímabilið. Þannig að svo það sé sagt. Við stóðum fyrir opnu húsi með hönnuðum verkefnisins í 2 daga, ef forseti man rétt, með hönnuðum og starfsfólki Reykjanesbæjar þar sem við kynntum hugmyndina. Auk þess var haldin hugmyndavinnustofa með kjörnum fulltrúum og starfsfólki ásamt kynningu á verkefninu bæði í bæjarráð og fyrir fund bæjarstjórnar. Þróunaráætlun akademíu verkefnisins má finna á heimasíðu Reykjanesbæjar þar sem hún hefur legið fyrir nokkurt skeið þannig að allir íbúar og áhugasamir geta flett henni þar upp. Hún er mjög ítarleg 70 blaðsíður ef ég man rétt. Varðandi gagnrýni gatnakerfið og bílastæði þá vill forseti minna á að hér sameinaðist bæjarstjórn öll saman í því að mótmæla, eða ekki mótmæla, að þrýsta Vegagerðina að halda hringtorginu við Þjóðbraut opnu og munum við halda því markmiði áfram að lofti til að greiða fyrir umferðarflæði í og úr sveitarfélaginu. Og hér rétt áðan tókum við fyrir erindi beiðni gistingu á iðnaðarsvæði, eðlilega vegna þess að hér vantar húsnæði. Þannig að við þurfum, ég gerir mig grein fyrir því að þetta er mikið byggingamagn sem við munum byggja upp í áföngum. Þetta rís ekki alltaf á einum degi. En hér er þrýstingur á að það vanti húsnæði fyrir fólk að flytjast til okkar. Það var alveg bersýnilegt hérna í erindinu áðan. Hugmyndir bílastæði. Þetta eru hugmyndir sem að verða sinntar í deiliskipulagsvinnu sem er ekki farin af stað. En þarna eru ýmsir möguleikar tilteknir í vinnu hönnuðina eins og 2 hæða bílastæðahús, rúmar 120 bíla, bílakjallari fyrir alltaf 200 bíla á horninu á Þjóðbraut og Krossmóa en einnig möguleika á 2 öðrum bílakjallarum á svæðinu auk bílastæða hjá húsunum sjálfum. Þannig að það er alveg vissulega búið að rýna þessi mál. Auk þess hefur þegar farið stað umferðargreining á svæðinu í samstarfi við Eflu og hér áðan var samþykkt að flýta framkvæmdum í umferðaröryggi sem átti að tilheyra árinu 2027. Meðal annars var þar framkvæmdir við Nettó eða við Frekjuna svokölluðu og einnig við Þjóðbraut Parísartorg og einnig átti að rýna sérstaklega umferðaröryggisaðgerðir frá Sunnubraut yfir Þjóðbraut til Reykjaneshallar. Reykjanesbær stofnaði stýrihóp með kjörnum fulltrúi og starfsfólki sem hefur verið í þessu verkefni að mig minnir í 1,5 ár og hefur það gengið vel þannig að það er búið að undirbúa þetta verkefni gríðarlega vel. Nú er komið að því að við höldum áfram. Við munum stækka reitin og auglýsa skipulagslýsinguna og vinnslutillöguna að breytingu aðalskipulagi fyrir reitin sem er mjög spennandi þróun á einu af okkur miðbæjarsvæði og gríðarlega spennandi svæði. Þá ef ekki fleiri vilja taka til máls vill forseti bera upp beiðni bæjarfulltrúa Guðbergs Reynissonar að fresta frekari vinnu við akademíureitin
fram yfir kosningar. Þeir sem samþykkja þetta tillöguna vinsælast gefa merki. Hér fara 4 hendur á loft, þeir sem eru á móti. Og hér fara 7 hendur á loft, þannig að tillagan er felld. Þar sem ekki fleiri hafa óskað eftir að taka til máls fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs að öðru leyti ber ég hana upp hér til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina. Fyrir utan 7. mál sitja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hjá en samþykkja að öðru leyti. Kæra þakkir. Nú, þá höldum við áfram kæru bæjarfulltrúar og við erum komin að 3. máli sem fundargerð lýðheilsuráðs frá 17. mars síðastliðnum og orðið er laust fundargerðina. Margrét Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, ég kem hér undir lið 1, tómstundarmiðstöð. Mikilvægt er að aðgreina skýrt umfjöllun þjónustu við ungmenni annars vegar og sumastörf 17 ára hins vegar, enda ólíka málaflokka að ræða. Þjónusta félagsmiðstöða fellur undir velferðar- og forvarnar hlutverk sveitarfélagsins, en málefni sumastarfa lúta atvinnustefnu og vinnumarkaði. Jafnframt er mikilvægt að haga í huga að aðgengi að atvinnu í sjálfu sér stórt velferðarmál. Í sjálfu sér stórt velferðarmál og grundvallarþáttur í þátttöku einstaklinga í samfélaginu. Aukin eftirspurn eftir sumastörfum fyrir 17 ára, meðal annars vegna hærri aldursviðmiða á almennum vinnumarkaði, kallar á skýr viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja áherslu á að bregðast þurfi við þeirri þróun að 17 ára ungmenni eigi sífellt erfiðara með að komast inn á vinnumarkaðinn. Það er bæði atvinnumál og velferðarmál að tryggja þessum hópi raunhæf tækifæri til atvinnu og unnið sé í því án tafar. Þessi málaflokkur þarf sjálfstæða og markvissa umfjöllun í viðeigandi farvegi aðskildum frá félags- og tómstundastarfi. Ég óska þetta verði bókað og undir þetta rita Margrét Þórhallsdóttir, Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Alexander Ragnarsson Sjálfstæðisflokki. Kæra þakkir fyrir þetta. Forseti gerir hér stutt hlé á fundinum.
Velkomin aftur kæru gestir og kæru bæjarfulltrúar á fund bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Meirihlutinn fundaði hér aðeins og vill leggja fram bókun varðandi mál 1, þar að segja mál Vinnuskólans undir fundargerð Lýðheilsuráðs. Bókunin hljóðar svo. Meirihluti bæjarstjórnar tekur undir áhyggjur af stöðu atvinnumála í sveitarfélaginu og ekki síst hjá ungmennum undir 18 ára aldri. Eðlilegt að rýna málið nánar, þar að segja fjölda ungmenna án starfa í sumar, kostnað við störf þeirra og ráðningar hjá sveitarfélaginu. Leggur meirihluti bæjarstjórnar til að málinu verði vísað til frekari vinnslu til bæjarráðs. Bókun lýkur. Orðið laust fundargerð Lýðheilsuráðs. Margrét Þórhallsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, ég vil bara segja þakkir til meirihlutans fyrir að vísa þessu aftur inn í bæjarráð. Þetta er mjög alvarlegt mál að 17 ára ungmenni eru ekki gjaldgeng á vinnumarkaði og eins og kom fram í bókun okkar, þá er þetta velferðarmál og atvinnumál. Þannig að ég bara fagna því og hlakka til þeirra umræðu og úrlausna sem að koma til með að verða vonandi til þess að þessi 17 ára ungmenni okkar sem búa hér í 24.000 manna sveitafélagi sitji ekki heima í sumar. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir það. Forseti vill aðeins koma upp undir máli 5. Mottumars 2026 en Lýðheilsuráð hélt viðburð í sundlaugin okkar til að vekja áherslu og árverkni á krabbameini karla í tilefni af Mottumars átaksmánuðinum okkar. En forseti fagnar þessu framtæki og þakka Lýðheilsuráði kærlega fyrir góðan viðburð. Forseti vill einnig vekja athygli bæjarfulltrúa og þeirra sem heima sitja á lið númer 6 sem heitir Sumar í Reykjanesbæ 2026. En þarna byrjað að auglýsa eftir góðum hugmyndum fyrir sumar í ár, þar að segja hvað verður í boði fyrir börn, ungmenni og meiri segja fullorðna í Reykjanesbæ sumar. En hægt að senda upplýsingar á sumar@reykjanesbæjar.is fyrir 22. apríl. Ef þið lumið á góðri hugmynd má endilega senda á netfangið og setja sig í samband við okkar frábæra fólk sem farið að skipuleggja sumarið. Hér eru ekki aðrar hendur á lofti þessi samþykki geta fundargerð Lýðheilsuráðs vinsamlegast gefið merki. Og hér er það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin á 4. mál á dagskrá fundarins, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 19. mars síðastliðnum, orðið laust og hér er Hjörtur Magnús Guðbjörnsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er komin upp til að fara yfir fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 16. mars. En í fyrsta máli á dagskrá var yfirferð Ágústs Kristinssonar endurskoðanda félagsins á ársreikningi Reykjaneshafnar árið 2025. En eins og sjá má í meðfylgjandi gögnum er niðurstaðan jákvæð enn eitt árið og helstu tölur eru bókaðir í fundargerðinni og reikningurinn í heild sinni á að vera undir málinu sem fylgir gagn, þannig ég ætla ekki að lengja fundinn sérstaklega með því að þylja hann upp. Í áskýrslu atvinnu- og hafnarsviðs er góð yfirferð á rekstri sviðsins í heild sinni bæði atvinnumál og hafnamál. En í máli 4 var sérstaklega verið að impra á áformum Reykjaneshafnar gagnvart umhverfis- og skipulagsráði Reykjanesbæjar í skipulagsbreytingum á atvinnusvæðinu í kringum Njarðvíkurhöfn og er nýsamþykkt framtíðarsýn Reykjaneshafnar til ársins 2035 þar sérstaklega til umfjöllunar og hún send til ÖSK til umfjöllunar auk vinnslutillögu vegna aðalskipulagsbreytinga við Njarðvíkurhöfn. Farið var yfir breytingar á aðalskipulaginu og framgang mála við Suðurbakka Helguvíkurhafnar og svo var fundargerð samráðsnefndar ÖSK og atvinnu- og hafnaráðs tekin til umræðum. Þá var sviðsstjóri sviðsins fulltrúi Reykjaneshafnar á aðalfundi Cruise Iceland. En einnig var kynnt minnisblað ICO varandi virðisaukaskatt og skemmtiferðaskip og svo var rætt þá vinnu sem er í fullum gangi við að halda áfram að koma Keflavíkurhöfn á kortið hjá skemmtiferðaiðnaðinum og ég verði eiginlega að segja að ég er sérstaklega bjartsýnn fyrir komandi sumri. Ég held að það veri gaman að sjá þau skip. Minnir að við séum komnir í 5 bókanir þetta sumarið. Þannig að það er þá orðið með sumar fyrir okkur ef af því verður.
Þá þarft að fagna því að í samstarfshópum hringrása iðngarðinn HB64 í Helguvík, þetta er svakalegt nafn, og já, í Helguvík og Bergvík hefur nú fjölgað einn fulltrúa. Sá fulltrúi er ekki bara þungavigta maður, heldur hann líka afskaplega áhugasamur og kraftmikill fulltrúi sem mun sóma sér vel í samstarfshópnum og mér langar að bjóða bæjarfulltrúa Alexander Ragnarsson sérstaklega velkomin í hópinn. Þá fagnaði atvinnu- og hafnaráð nýjum drögum atvinnuramma Suðurnesja sem áður hét atvinnuþróunarrammi Suðurnesja og þar áður atvinnustefna Suðurnesja. Þegar málið var síðast til umræðu í bæjarstjórn höfðu mjög margar spurningar og athugasemdir vaknað og lagði ég mikla áherslu á að þessi rammi sem þá var stefna væri ekki ofar atvinnustefnu Reykjanesbæjar og ég myndi segja að því hafi verið svarað í nýjustu drögum. En það sem mér hefur þótt eiginlega mest spennandi í þeirri umræðu sem hefur skapast í kringum þennan atvinnuramma Suðurnesja er mögulegt samstarf og samtal á milli sveitarfélaganna á Suðurnesjum sambarilegt því sem á sér stað í HB64 hópnum því að við erum eitt stórt atvinnusvæði á Suðurnesjum og oft er mjög þarft að við horfum á svæðið í heild sinni, ekki bara Reykjanesbæ eða Suðurnesjabæ, heldur að við tölum saman öll sem ein heild því að þá áttum við okkur miklu betur og hvert verkefni á sérstaklega vel heima. Kæra þakkir fyrir þetta. Orðið er laust í fundargerð atvinnu- og hafnaráðs. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég verð nú eiginlega að byrja á því að þakka formanni ráðsins og bæjarfulltrúa Hirti Magnúsi fyrir hrós og góð orð í minn garð. Hann er nú ekki sem vestur sjálfur, ágætis drengur sem þar fer. En mér langaði bara aðeins að koma hér undir máli 4 og því þar sem farið er yfir stöðu mála í vinnslu aðal- og deiluskipulagi við Njarðvíkurhöfn og kannski bara leggja áherslu á þá bókun sem að atvinnu- og hafnaráð er með, að atvinnu- og hafnaráð beinir því til umhverfis- og skipulagsráðs að horft verði til hugmynda Reykjaneshafnar í endurskoðun við næsta aðalskipulag Reykjanesbæjar og ég ætli nú ekki að lesa upp bókunina, bara svona stikla á stóru úr henni. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hefur lagt hér fram bókun ársreikning Reykjaneshafnar sem forseti mun hér lesa og hljóða svo. Meirihluti bæjarstjórnar fagnar kröftugum og góðum ársreikningi Reykjaneshafnar fyrir árið 2025. Reykjaneshöfn er á góðri leið með hækkandi tekjum og fjölgun verkefna á komandi misserum. Unnið var að ýmsum samningum og verkefnum hjá Reykjaneshöfn á árinu 2024 og 5 og má þar helst nefna að framkvæmdir hófust í Njarðvíkurhöfn vorið 2024 við dýpkun hafnarinnar. Boðin var út uppbygging skjólvarnargarða í Njarðvíkurhöfn sem leggur grunninn að framtíðar aðstöðu Landhelgisgæslu Íslands. Samkomulag milli utanríkisráðuneytisins, Reykjaneshafnar og Reykjanesbæjar var undirritað í lok árs 2025 uppbygging á 25.000 rúmmetra eldsneytisbirgðageymslu og 390 metra viðlegukanti í Helguvíkurhöfn. Undirritað var einnig samstarfssamningu við Nordic Port Group markaðssetningu Keflavíkurhafnar sem áfangastað fyrir skemmtiferðaskip. Helstu stærðir ársreikningsins eru eftirfarandi. Rekstrartekjur Reykjaneshafnar voru 450 milljónir á árinu, rúmum 18% hærri en árið á undan. Almennur rekstrarkostnaður hækkaði á árinu 76 milljónir eða 46% sem var meðal annars rekja til aukinna kaupa á orku og vatni fyrir viðskiptavini, aukna verktöku vegna tíðari skipakoma, auk endurbóta og viðhaldi á mannvirkjum hafnarinnar. Heildar fjárfestingar ársins voru 210 milljónir, þar af var dýpkun Njarðvíkurhafnar fyrirferðarmest með 166 milljónir í fjárfestingarkostnað ársins 2025.
Hagnaður fyrir árið 2025 var 88,8 milljónir og hækkar 5 milljónir milli ára. Óráðstafað eigið fé er jákvætt 1,45 milljarða og hækkar 169 milljónir milli ára. Hreint veltufé frá rekstri var 185 milljónir og handbært fé frá rekstri var 193,6 milljónir sem hækka 31,7 milljónir milli ára eða 19,5%. Eignir hafnarinnar samkvæmt efnahagsreikningi eru 2,7 milljarðar og skuldir hækka 20 milljónir milli ára. EBITDA Reykjaneshafnar fyrir árið 2025 var 182 milljónir og rekstrarafgangur 89 milljónir. Eiginfjárhlutfall er 53,6% og veltufjárhlutfall 3,26 sem ber með sér mjög heilbrigðan rekstur. Og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Orðið er laust ef ykkur er að brenna inni með athugasemdir atvinnu- og hafnamál, svo er ekki. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsæliskeðjumerki. Og hér er hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin, kæru bæjarfulltrúar, að máli málanna, fundargerð sjálfbærniráðs frá 25. mars. Orðið er laust. Hér þykja sjálfbærnimál mjög skemmtileg, en forseti getur brennt hér aðeins yfir fundargerðina frá síðasta fundi. Fyrsta málið okkar var sveitarstjórnarkosningarnar sem nálgast nú óðfluga í maímánuði, en á fundin kom Kristján Ásmundsson, skólameistari í fjölbrautaskólanum okkar hér á Suðurnesjum. Þar tókum við samtali hvernig við getum eflt áhuga á kosningum og við höfum áður talað við grunnskólafulltrúana okkar til að taka líka grunnskólana inn í það dæmi. Við áttum mjög opið samtali hvað við gætum gert til að virkja ungt fólk til að kjósa, en við höfum séð á greiningum okkar að 18 og 19 ára kjósa mjög vel. Svo dalar sú þáttaka eiginlega alveg upp í 31 árs aldur. Umræðan snerist fljótlega svokallaðar skuggakosningar í skólum, en það er löng hefð fyrir að heimila slíkar kosningar innan veggja skólans þegar kemur að alþingiskosningum en ekki í sveitarstjórnarkosningunum. Þannig að skólameistarinn var mjög opinn fyrir að skoða slíkt fyrirkomulag og það er eitthvað sem við erum að rýna hvort að við munum ná að gera það fyrir kosningarnar núna í maí. En svokölluð lýðræðisvika verður haldin 22. til 29. apríl með vitundavakningu kosningar í samfélaginu og hægt væri mögulega að tengja skuggakosningar við þá viku, en við erum ennþá að vinna í því máli. Nú í máli 2, lýðræðisleg þáttaka innflytjenda, þá héldum við verkefnastofu nýlega til að reyna að efla kosningaþátttöku okkar íbúa af erlendum uppruna, en Eydís Rós Ármannsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningar, kom á fundin til að fara yfir vinnustofuna. Það er gleðilegt að segja frá því, kæri bæjarfulltrúar, að það var metmæting á þessa vinnustofu af öllum þeim sem hafa verið haldnar. Þann 19. mars, flestir komu frá Venezuela og Úkraínu og fólk sem hafi búið hér frá 5 mánuðum og alveg upp í 20 ár. Svo var ný vinnustofa þann 27. mars og fögnum við þessum góða árangri og vonum að hann skili sér í kjörkassana. Nú í máli 3 var samþykkt að taka saman skýrslu hátækni brennslustöð og það er eitthvað sem við munum fylgja eftir núna á næstu fundum. Það er að segja að taka saman skýrslu málið fyrir Reykjanesbæ að rýna stöðu málsins, en nýlega kom út frétt í Víkurfréttum þar sem að Helguvík á nefnd sérstaklega sem staðsetning slíkrar brennslustöðvar. Nú í máli 5, samræmd flokkun starfsstöðva Reykjanesbæjar, þetta er mál sem við höfum rætt hér tvisvar, það er að segja hvort að ykkur eru ekki flokka eins vel og allir hinir hér í sveitarfélaginu okkar. Anna Karen, verkefnastjórinn okkar, rýndi málið, en það þarf aðeins að fara betur í það, meðal annars með að rýna fjármagn á sviðinu og mismun á milli stofnana. Þannig ég legg til að þessu erindi verði vísað inn í bæjarráð til frekari skoðunar. Orðið er laust. Hjörtur Magnús Guðbjörnsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að koma hér upp fyrir undir máli 5. Fagnaði sérstaklega þessi vinna hafi farið fram og
þakka starfsmanni Önnu Karínu sérstaklega fyrir þrotlausa vinnu. Ég veit að það hefur ekki verið auðvelt, en ég vil leggja sérstaka áherslu á að við höldum þessu máli áfram alveg til enda, því að eins og ég hef sagt áður í ræðustól, við þurfum að vera góð fyrirmynd fyrir okkar íbúa. Við eigum að flokka á okkar stofnunum eins og við gerum heima hjá okkur. Þannig ég vona að bæjarráð fylgi þessu alla leið í gegn, þannig að við séum fyrirmynd okkar íbúa. Kærar þakkir fyrir það. Hér hafa ekki fleiri beðið orðið, þannig að forseti leggur hér fram tillögu forseta að vísa máli 5 samræmd flokkun starfsstöðva Reykjanesbæjar til bæjarráðs til frekari skoðunar. Þessi samþykkt geta tillöguna vissulega skemerki og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir fyrir það. Þessi samþykkt geta fundargerðina hjá sjálfbærniráði og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir fyrir það. Þá erum við komin að 7. málinu á dagskrá kvöldsins og það er fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 1. apríl síðastliðnum. Orðið er laust fundargerðina. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þessi samþykkt geta fundargerðina vissulega skemerki. Og hér fara allar hendur á loft. Þá erum við komin að 7. málinu á dagskrá fundarins. Það er breytingar á skipan fulltrúa í kjörnum ráðum. En hér erum að ræða breytingu á kjörnum fulltrúa í íþrótta- og tómstundaráði hjá Samfylkingunni. En okkar frábæri Sindri Kristinn Ólafsson hefur flutt sig set til Svíþjóðar og óskum við Svíþjóð til hamingju með það, sjálfsögðu. En getur þar að leiðandi ekki klárað kjörtímabilið með okkur því miður, en við þökkum honum kærlega fyrir hans góðu störf í þágu íþrótta- og tómstundamála í Reykjanesbæ. Forseti óskar eftir formlegri tilnefningu í hans stað. Magnús Einþór Áskelsson. Hér er stungið upp á Magnúsi Einþóri Áskelsinni. Eru hér aðra tilnefningar? Svo er ekki og telst hann sjálf kjörinn. Þá óskar forseti eftir tilnefningu varamann í hans stað. Sigurrós Antonsdóttir. Hér er stungið upp á Sigurrósu Antonsdóttir. Eru hér aðra tilnefningar? Svo er ekki og telst hún þá sjálf kjörinn. Kæru bæjarfulltrúar, þið eru ekki laus út af því að þið samþykktuð 8. mál hér í byrjun fundar, þannig að hér eru við komin að því. Ég tökum við fyrir fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 1. apríl síðastliðnum. Orðið er laust þá fundargerð. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég skal reyna að hafa þetta stutt. Ég ætla að fara hér yfir helstu mál á dagskrá fundar stjórnar Eignasjóðs. Hér höfum við fyrst sameiningu dagdvala á jarðhæða og Nesvöllum, en frumhönnun og frumkostnaðaráætlun liggja fyrir vegna sameiningar dagdvalanna og við fórum þarna á þessum fundi yfir mögulega fjármögnunarleiðir. Þetta var líka til umfjöllunar í bæjarráði sem vísaði þessu til umfjöllunar þarna inn í stjórn Eignasjóðs. En kostnaði við hönnunina var settur í fjárfestingaáætlun 2026. Og stjórn Eignasjóðs lagði til á þessum fundi að farin verði leið B samkvæmt fyrirliggjandi tillögum fjármögnunarleiðir sem snýr þá að því að eigandi hússins fjármagni breytingarnar. En sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs og deildarstjóra eignaumsýslu var svo falið að vinna máli áfram sem snýr að því hvernig hönnunin mun líta út og svo fáum við þetta aftur til okkar. Annar mál var stækkunin á íþróttamannvirkinu við Myllubakkaskóla og við erum búin að taka það hér fyrir. Í þriðja máli var til umfjöllunar endurnýjun á leigusamningi á Njarðvíkurbraut 51 til 66, en þarna tókum við fyrir tillögu leigutaka endurnýjun á leigusamningi, en stjórn Eignasjóðs hafnaði þeirri tillögu og fól sviðsstjóra og deildarstjóra eignaumsýslu að vinna máli áfram, en við sjáum fyrir okkur að hluti af þessu húsnæði henti vel fyrir umhverfis- og framkvæmdasvið til þess að geyma ýmislegt eins og byggingarefni sem er geymt annar staðar í húsnæði sem við erum að tæma. Enda eigum við þetta hús sjálf. Í fjórða máli fórum við yfir endurbætur á safnhúsum Dús og það lá fyrir tillaga breytingum á húsnæðinu sem hefur farið í gegnum það ferli varðandi þarfagreiningu og annað.
Það er aðalega til að bæta aðstöðu starfsfólks og aðgengismál og stjórnin samþykti á þessum fundi að fara í framkvæmdi til að bæta starfsmannaaðstöðu en við gerðum ráð fyrir því í fjárheimildum og fól deildarstjóra eignaumsýslu að vinna að lausn á aðgengismálum. 5. mál tókum við líka fyrir í fundargerð bæjarráðs sem snýr að Klapparstíg 7, þannig að það er ekki ástæða til að fara yfir það hér. En 7. og 7. mál sneri að framkvæmdum og kostnaði við Myllubakkaskóla og Holtaskóla og stöðuna á því og hér var vel farið yfir stöðu framkvæmda og kostnaðinn en framkvæmdirnar ganga vel og eru innan fjárheimilda í fjárfestingaáætlun 2026. Í 8. máli fór deildarstjóri eignaumsýslu yfir lista yfir svítur og kálfa í eigu Reykjanesbæjar ásamt upplýsingum ástand og notkun þeirra og þar var líka fjallað það að umræðum framtíðarnýtingu verður tekin á næsta fundi stjórnarinnar. En við vildum minna sviðstjóra og stjórnendur sem eru að sýsla með húsnæði sveitarfélagsins að vinna samkvæmt verklagsreglunni sem við settum þegar óskir eru lagðar fram, meðal annars nýtingu á húsnæði eða breytingum á húsnæði. En eins og þessar svítur, við finnum það er mjög eftirsótt þetta húsnæði og við skulum, það skal enga furða. En í 8. máli var farið yfir stöð á fjárfestingaverkefnum og það er kannski gott að segja frá því þarna og það fylgir í þeim gögnum sem undir fundinum eru að fjárheimildir í fjárfestingum á þessu ári eru 1850 milljónir. Þegar fundurum var haldinn var búið að fjárfesta fyrir 458.797.358 krónur eða 25% af heildarheimildum og eftir standa þá 1.391.202.642 krónur. Og að lokum fór deildarstjóri eignaumsýslu yfir óskalista sem honum hefur borist frá stjórnendum stofnana hin ýmsu verk og þar er óskum forgangsraðað eftir því hvað er brýnt og hvað má bíða og verið að tryggja að öllum ferlum sé fylgt. Og þessi gögn, ég ítreka það hér við bæjarfulltrúa, þessi gögn liggja öll þarna undir fundinum og eru bara mjög upplýsandi. Kærar þakkir fyrir þessa yfirferð. Orðið er laust fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 1. apríl. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðust. Þessi samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skefið þess merki. Hér fara allar hendur á loft. Kæru bæjarfulltrúar, þá höfum við formlega tæmt dagskrána okkar hér í kvöld og við munum undirrita fundargerðina rafrænt líkt og við gerum á tækniöld. Og því lýsi ég fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar nr. 716 hér formlega slitið.